Sólveig Sverrisdóttir, velkomin á svið. Þú ert deildarstjóri bráðadagdeildar. Já. Geturðu sagt við fyrst og þeim sem ekki þekkja til í þessum sal, hvað bráðadagdeild? Já, sko, bráðadagdeild svona eins og orðana hljóðan gefur tilefni til, þá það dagdeild. Hún opin á daginn og hún sinnir bráðveikum sjúklingum sem þurfa greiningu og meðferð og eitt af okkar stærstu markmiðum að hindra innlagnir á spítalann og þannig að þeir sem koma til okkar, þeir þurfa að geta farið heim að lokinni meðferðinni. Og fyrsta sem ég hugsi á þegar þú segir að hindra innlagnir, það jákvætt fyrir sjúklingin eða spítalann, hver hugsunin þar? Já, hugsunin alltaf svo að auðvitað vill fólk vera bara heima hjá sér. Ég held að það sé bara, eða mögulega getur. En síðan það náttúrulega staðrið sem að við þekkjum og það búið að koma fram hér og það verið að tala 85%, ég strax búin að læra þetta, Gunnar, að við getum ekki lagt inn allt þetta fólk, það bara ekki hægt og við verðum að finna einhverja leiðir til þess að láta kerfi virka og þannig að við getum bara meðhöndla fólk án þess að leggja það inn. Þetta þá kannski ný nálgun að einhverju leyti? Já, einhverju leyti þetta kannski nýtt fyrir okkur hér, en við, eins og kom fram frá Runólfi, þá erum við fundum við staði í Bretlandi sem eru búin að þróa þetta nokkuð vel og þar þetta búið að vera í það byrja 10 ár sem þeir hafa verið að vinna með þetta og hafa náð bara býsna góðum árangri í að leggja ekki fólk inn, alltaf 30% eins og hefur komið fram, fækkun á innlögnum og þetta bara held ég nálgunin sem við verðum að setja okkur í, við verðum að finna leiðir til þess að láta hlutina virka á þess að allir þurfa að leggjast inn á spítalann. Og hverjar eru þínar væntingar þá til næstu ára? Runólfur minntist á að fjölga plássunum þarna inni. Hvernig sérðu þetta fyrir þér næstu misseri, jafnvel næstu ár? Sko það sem ég sé fyrir mér, Bretarnir eru búin að vera 10 ár að þessu. Ég vil að við tökum okkur 2 ár í þetta og já, ég ætla, nú sit ég ég þarf að fá deild, skiljiði, ég þarf 10 rúm, ég þarf 10 stóla, kannski 2 rúm, eitthvað slíkt og þannig að það verði dýnamík, ég sé hann einhvern veginn fyrir mér, þar sem að allir hafa sameiginlegan skilning á því að hvað á að fara á bráðamóttökuna, hvað á að fara til okkar og jafnframt, næsti maður við hliðina á Runólfi, að það þarf að efla gríðarlega alla samfélagsþjónustu við aldraða og á öðrum staðnum hann í Bretlandi þar sem við erum að horfa til að þar hafi náð gríðarlegum árangri í því að þessi eining stuðningurinn við samfélagsþjónustuna sem byggð upp að læknum og hjúkrunarfræðingum og alls konar fólki sem hugsa gamla fólki heima og síðan styður þessi eining við þetta. Það verður spennandi að fylgjast með, Sólveig. Gangið rosalega vel. Takk fyrir. Þakkum Sólveigu fyrir